Heil og sæl. Í þessum þætti ætlum við að tala holdarfar. Það nú nokkuð sem endalaust áhugaefni manneskjunnar, holdarfar, megrun og allt sem því tengist. Maður sér það náttúrulega bara að maður flettir netmiðlum og blöðum almennt að þá mikið fjallað þetta. Fólk sem að leggja af að segja sögur sína, hvernig það fór að því og það endalaust verið að velta þessu fyrir sér og auðvitað hefur þetta heilmikil áhrif. Það auðvitað hefur áhrif á sjálfsmynd okkar og líðan, hvernig við lítum út og auðvitað hefur áhrif á heilsu okkar. Hvort við erum of þung, ef við erum of þung þá hefur það áhrif og svo framvegis. Þannig að það má alls ekki gera lítið úr þessum áhuga manneskjunnar á þessu viðfangsefni, holdarfari. Og það svo sem alltaf verið og gegnum tíðina hefur mismunandi holdarfar verið í tísku. Ég meina, einu sinni var í tísku að konur væri bara dálítið vel mjúkar og maður sér á svona gömlum barokkmálverkum, ef ég ekki kallaði það, þar voru konur málaðar sem voru bara vel í holdum og það var svona merki að fólk hefði það gott og ætti mikið undir sér. Og svo hafa tímandi breyst, tískan líka, stundum í tísku að vera voðalega grannur og stundum hefur það nú líka verið gagnrýnt því að það hafi áhrif á ekki síst ungar stúlkur, það hefur þetta líka áhrif á unga drengi. Og svona það ýmislegt í þessum heilsubransa, ýmsar tísku svo sem sveiflur í honum, hvernig við eigum að leggja af, það eru ýmsar aðferðir sem hafa komið upp og megrunarkúrar og allt þetta sem að þið eflaust þekkið. En ég fékk til mín manneskju sem að ég líka bara svo skemmtileg, þess vegna ákveðið og komið þáttinn. En hún hefur undirgekkst svo kallað hjáveituaðgerð, magaminnkun, sem að heilmikið ferli, heilmikill prósess og ég var svolítið forvitin að fá að heyra meira þá aðgerð. Maður svolítið heyrt einhverjar hryllingssögur sem hafa komið í fjölmiðlum þessa aðgerð en ég veit að það fullt af fólki sem farið í hana og heppnast bara mjög vel og verið bara fyllt í mikið lífsgæði. Konan sem komin hingað til mín heitir Heiðdís Austfjörð og förðunarmeistari, hárgreiðslusveinn og rekur netverslunina Haustfjörð.is og margir kannski sem þekkja þig á netinu þar sem þú hefur verið að leiðbeina fólki förðun og förðunarvörur. Já, ég fekk að heyra það ég væri allstaðar. Já, þú væri allstaðar, já. Þannig að það netið og það eru símarnir og það eru allir. Já, Snapchatin. Já, og Instagram og Facebook og... Já. Og alltaf komið þar fram mjög bara hressilega og lifandi og einlægum hætti, bæði fyrir og eftir aðgerð. Já, algjörlega. Ég sama manneskjan. Þú sama manneskjan og ég ætlaði einmitt að segja hér að það var alveg meðvituð ákvörðun hjá mér að biðja þig ekki að koma með svona fyrirmyndir. Já. Fyrirmyndir, já, þú ert mikið fyrirmynd. Svona myndir af þér fyrir aðgerð meðan þú varst of þung. Vegna þess að ég með pínu ofnæmi fyrir slíkum uppstillingum sem yfirleitt af fólkinu meðan það í ofþyngd, þá einhvern veginn eins og hafi ekki aldrei haft sér til, sé bara einhvern veginn í götóttum... Crossfest. Já, götóttum, joggingbuxum og slitinni flíspeysu og einhvern veginn með skítutárið og eitthvað svona, eins og það líf þess hafi bara verið alveg ömurlegt áður að lagða af. En ég náttúrulega þekkti því áður en þú lagðir af og maður sá bara þarna félagslega virka manneskja, átti fullt af vinum og varst að gera fullt af spennandi hlutum, en varst of þung. Já. Það var bara þannig og auðvitað sá ég það líka. Það var erfitt að fela. Já, það var erfitt að fela, þó svo að það væri nú ekki að fyrsta endilega sem ég væri að velta fyrir mér þegar ég væri í samskiptum. En viltu segja okkur aðeins frá þessari aðgerð sem þú fórst í og hver svona aðdragandi hennar og hvað þarf að gerast til þess að maður fái að fara í svona aðgerð? Já, þetta nefnilega svolítið langt ferli og fyrst þegar ég í rauninni pæli eitthvað í þessu þá var samt pælingin ekki að fara í aðgerðina, heldur vissi ég að maður þyrfti að fara á Kristnes fyrst og það var 5 vikna prógram þar sem maður mætti á hverjum degi með öðrum konum, eða það voru bara konur í mínum hóp. Þar okkur kennt bara að elda hollari mat, velja betri kosti, farið rosalega mikið í hreyfingu og hreyfðum okkur
rosalega mikið og bara vera svona að sýna mismunandi hreyfingar, sundleik fyrir mig, geðveikt skemmtilega. Þú veist, mér leiði eins og 8-10 ára en það var hrikalega gaman og ekki auðvelt. Nei, það er ekki auðvelt, sko. Og bara svona alls konar, verið bara svona að hjálpa manni að finna eitthvað nýtt til þess að gera og bara breyta lífinu sínu. Breyta lífinu sínu, já. Og ég kem að inn og bara mér vantar hjálp, þarna var ég orðin svolítið þung, ekki jafn þung og ég svo var þyngst, en þarna sá ég alveg þurfti að grípa inn í og ég vildi bara fá hjálpina þarna voru hjúkkur og læknar og mér finnst það rosalega þægilegt bara að fá góða svona, vera leiðbeint vel. Já, góðan stuðning. Og bara aðrar meðmanni sem skilja mann og allir að díla við það sama, þú veist, við vorum svona og upp í svona skilur en það allir að díla við það sama, alveg saman hvort þetta sé, ég segi þetta alltaf, hvort það sé 5, 10, 70 kíló sem þú þarft að missa. Það eiga bara allir sitt. Og þetta eru 5 vikur sem sagt og ég sagði það strax að ég ætlaði ekki þess aðgerð og Friðrik læknir var rosa ánægður með mig að ég ætlaði bara að gera þetta sjálf og ég bara, já, ég ætla að gera þetta sjálf og svo eftir það, þá svona bara hélt maður pínu áfram og svo átti maður að koma í endurkomu og ég fór í endurkomu og svo hætti ég að koma í endurkomu af því að ég byrjaði að þyngjast meira og ég skammaðist mín svo að ég vildi ekki sýna þeim það og svona fór í pínu feluleik sko. Þetta er 2010 og svo 2012 fæ ég svona pínu bara svona krassa bara á botninn að mér fannst. Fékk eitthvað grátkast og ég var orðin svo hrædd og ég var orðin svo miklu þyngri en var samt alltaf með þetta þrjósku í mér, ég ætlaði að gera þetta sjálf, en samt var ég alltaf eins og jójó, þú veist, ég fór 1 skref áfram og 2 aftur á bak og það var svo óbúslega erfitt að gera þetta af því að maður var svo ungur og maður var að horfa að þú veist hvar myndi þetta enda ef það myndi alltaf vera svoleiðis. Þannig að ég heyri í Friðrik og hann segir náttúrulega að ég sé ekkert að fara að hoppa í þessa aðgerð, ég sé ekki búin að mæti endurkomu við tölun og ég þurfi aðeins að sanna mig og sýna mig og ég bara já, ekkert mál. Geri það og svo, þú veist, svo segi ég alltaf, ég var svo ákveðin, ég bara, já, ég fer þá bara í september, þetta var í júní eða eitthvað, svo þetta fer ég ekkert í september og, nei, ég fer þá bara í febrúar og þetta fer ég ekkert í febrúar og þetta fór svona bara, ég þurfti bara tíma til þess að sanna mig, sýna að mér væri alvara, að ég væri ekki bara að fara í þessa aðgerð bara því ég nennti ekki að gera hitt eða gæti ekki gert hitt. Sko, það er talað um að missa 10% af þyngdinni sinni. Fyrir aðgerðina. Til þess að þú fáir í rauninni að fara í aðgerðina. En mér tókst það nú ekki, mér tókst að missa örfá kíló, en þarna, þetta er svolítið langt ferli, en ég er alltaf að koma og hitta Friðrik, spjalla við hann. Svo er það ekki fyrir en sko 2015 sem ég fyrir aðgerðina. 2014 átti ég að fara en það var verkfall og það var aldeilis, ég bara heimurum var svo á móti mér og það var bara komið að þinni aðgerð og ég man eitthvað eftir það var verkfall sama dag eða eitthvað. Þú ætlaðir að biðja til Guðs eitthvað að það ekki og... Já, þú varst búin að biðja með það, ég man eftir því og svo bara skellur á verkfall bara daginn sem þú ættir að fara í aðgerðina. Vá, hvað ég fann til með þér, þetta var alveg ég fór heim og grenjaði og borðaði eitthvað ekki sem var ekki sniðugt og eitthvað svona, skilur, þetta er bara svona ekta samt, en ég tók viku í að vera ógeðslega fúl og lífið var á móti mér og lalala, svo bara hélt ég áfram. Ég ákveð það fyrir aðgerðina haustið 2014 að byrja í einkaþjálfun af því ég vil fara í þessa aðgerð, þannig er ég orðin rosalega þung, þannig er ég orðin nær 200 kílóum en 100 og einmitt bara 28 ára og þarna, þú veist, að ég er að tala um þú veist, hvar endar þetta þarna? Er ég ekki að fara að lifa til fertugs? Þú veist, þetta var svo löngu hægt að snúast þetta var löngu hægt að snúast bara útlitið, sko. Já, þetta var, þú veist, það var það þegar maður var yngri, þá var maður ekki að mjór og vinkonurnar og maður gæti ekki fengið lánuföt og eitthvað svona. Þarna var þetta spurning hvort ég fengi bara að lifa lengi, þú veist, hvort ég fengi að eignast börn og ef ég myndi eignast börn, hvort ég geti bara líkamlega sinnt þeim, þú veist, yrði ég þreytt á mamman, þú veist. Það er mikilvægt nefnilega að heyra þetta vegna þess að fólk heldur kannski stundum bara sem hefur aldrei hægt að glíma við þetta snúst nú bara útlitið eitthvað. Þetta snýst nú talsvert fleira ef þetta komið á okkur markið. Og þegar ég áttaði mig á því að ég var að hugsa um það hvort ég myndi lifa góðu lífi eftir 30 og hvort ég myndi ná 40 ef þetta myndi alltaf vera svona, þá var ég svo sjúklega hrædd og meðvituð það hversu mikla hjálp ég þurfti og það er alltaf þessi skömm að leita sér hjálpar, það er alltaf svona einhvern veginn fyrst og það var þannig hjá mér. Samt hef ég alltaf verið í því að leita mig hjálpar. Ef ég þarf hjálp þá bara, ég meina það er fólk sem menntar sig í þessu, bara í guðanna bænum nýta þetta. Og þannig að þetta er svo stórt inngrip. Þú hringir ekki bara, heyrðu, ég ætla að minkunum láta skera mig upp og
bara ráðast inn í líkamann á mig. Þetta svolítið svona, hvað maður að segja, þetta svolítið svona örþrifaráð þegar einhvern veginn búið að reyna allt og fólk bara, veit bara hreinlega ekki sitt rjúkandi ráð, sko, bara hrætt heilsu sína. Já, þannig ég bara orðin hrætt heilsuna og þegar þetta snerist upp í það, að þá sá ég bara hversu mikla hjálpi þau þurfti. Ég fer í aðgerð, sem sagt, í mars, 23. mars 2015, þannig að það er 1 ár eftir nokkra daga. 1 ár, já. Og ég byrja sérst í einkaþjálfunina því ég vil vera hraust. Af því að það að missa mörg kíló, þegar þú ert svona mörg kíló, það bara einhvern veginn líkaminn verður að geta höndla það. Þú veist, hann er búinn að bera þig svona mikið, svo allt í einu léttistu og þá bara, þú veist, hvað verður af manni einhvern veginn. Þannig ég fyrir einkaþjálfun til Láru minnar, búinn að vera hjá henni alveg síðan þá og byrja bara svona að styrkja mig og ég segi henni það bara, mér langi til þess að vera sterk og hraust þegar ég fyrir aðgerðina. Og hún hrósaði mér fyrir það, hún er hjúkka, að ég var öll þessi kíló og ég var ekki á neinum lyfjum, ég var ekki sykursjúk og ég var ekki, það var ekkert að mér, skilurðu. Það er ótrúlega aðstæðilegt að segja þetta, ég var allt og þung og ég var hættulega þung og þetta var orðið hættulegt, en það var samt ekkert að mér. Ég þakka mömmu og pappa fyrir góð gen, sko. Já, bara hraust og uppleið. Já, algjörlega, en léttara fólk en ég hefur verið á lyfjum við öllu, þú veist, blóðþrýsting og ég veit ekki hvað. Út af offitu. Já, út af offitu. En einhvern veginn, ég hef hreyft mér eitthvað alla ævi, en ekkert svona að viti, svona mikið að viti eins og núna. En það hjálpaði. En skynsamlegt að þeir að gera þetta áður en þú fórst í aðgerðina til þess að sko, bara safna kannski smá vöðvamassa og eitthvað svona. Já, algjörlega. Og svo fer ég sem sagt í aðgerðum 23. mars, 2 vikur seinna mætti ég í ræktina með 20 hefti í maganum og byrja að labba því ég mátti ekki gera neitt meira. En hvernig var að vakna upp eftir þessa aðgerð? Ég meina, hvernig er þetta? Ég tók mynd af mér og spurði hvort ég væri orðin mjó. Já, en það var svona magnað, þú veist, af því að fyrst, þú veist, það fyrsta sem maður gerir er að drekka 5 glös af vatni og þú bara alveg langar ekki neitt annað, þú kemur einhver fyrir. Og en þá er ég að hugsa, að því að þegar maður, náttúrulega þetta er bara eins með ofþyngd og svona matarfíkn, skilurðu og annað, að þetta er náttúrulega ofta ekkit, þú veist, fólk er ekki að borða því þessi svangt eða eitthvað, það er ofta að borða bara onni einhverja tilfinningar, skilurðu, það er bara deyf einhverja tilfinningar með mat og nammi og eitthvað svona. Ekki misturu, sko, svona kreyfingi eða löngunina í eitthvað bara feitt eða sætt eða eitthvað svoleiðis? Alveg fyrst var það, því að þá einhvern veginn bara, þú fyrst mataplan og þú þurftir að koma niður einni hámarkferðnu. Já. Og það var bara ekki, þetta var það erfiðasta sem þú hefur beðið að gera. Koma þessu niður? Heilli. Og hvað varstu það bara svona strax svona södd? Já, og svo bara var svo erfitt, þú veist, það var svo lítið pláss og þú þurftir að koma eitthvað x mörgum lítrum yfir daginn að vökva fyrst 3 vikurnar eftir á fljótandi og það var súpa og það var safi og það bara, vinkona mín Björk var hjá mér í viku fyrir sunnan og var að mata mig líka við og hún hlósa að mér að því ég náttúrulega fannst ekkert leiðilegt að borða, ég segi það ekki, á stað fyrir þessu öllu, en hún hlósa að mér að því að ég bara sat með eina ferðinu og ég tók sopa og svo var ég bara, ég á ég að klára þetta, en það var bara svo lítið pláss og þið langaði bara ekkert endilega, þú veist, ég hefði alveg komist upp með að hausinn á mér að borða ekki neitt þessa daga, en það er mitt mál, þú þarft að næra þig. Þú veist, núna ertu farin að borða til þess að nærast. Þú veist, og það er það sem að hjálpaði mér í þessu var að hugsunin mín fór í það að borða til þess að nærast, ekki bara til þess að finnast eitthvað gott eða hámými eða eitthvað svona. Það er náttúrulega breytir, það er einn heilbrigð hugsun að þetta gagnvart mat. Já, nákvæmlega, og ég vildi óska þess auðvitað að hann hefði orðið meira lamin inn í hausinn á mér fyrir þetta svo þetta hefði ekki komið til þess, en ég get ekki sagt ef og þetta bara er svona núna. Það er ekki gagnlegt í dag. Nei, það er það ekki og þetta er það sem ég gerði og ég bara verða lifa með því og halda áfram með það. Matarfíknin, hún fer ekki. Þú veist, það var einmitt áhyggjuefni hjá sumum, sko, og það er alveg eins og, þú veist, já, ég fer í aðgerðina, maginn á mér er minnkaður, en fíkillinn er hér, sko, og þú veist, það er engin aðgerð gerð á honum, þannig ég þarf alveg að stjórna honum, ég hef alveg mistið mig eftir þetta, ég viðurkenni það fúslega, sko. Já, bara í mataræðinu? Já, algjörlega, og en ekki eins og ég gerði, þannig að fyrsta lagi er ekki pláss til þess, þú veist, en einmitt, þegar ég er að borða, þá er ég að hugsa hvað ég er að borða af því að ég þarf að nærast, ég þarf að fá prótein og ef ég þarf að fá prótein þá vil ég helst kjúkling, túnfisk, eitthvað svoleiðis og ég vil það helst hafa grænmeti með, þú veist, einhverju svona pælingar sem ég bara pældi ekkert í og ég vil helst ekki að það sé brauð þó ég fá mig kannski brauð, en brauðið fer illa í mig þannig ég reyna að sneiða hjá því og allt svona, sko, og svo get ég borðað lítið í einu þannig ég reyna að hafa þetta litla sem ég borða gáfulegt
og ég reyni líka að hafa það sem ég hef að grípa, ég reyni alltaf að hafa eitthvað af því að maður verður svangur eins og í vinnunni og ég verð svöng rosa fljótt af því ég get borðað svo lítið í einu. Og, þú veist, og þá stundum fannst mér ég vera síetandi, en þetta svo lítið sem ég kem niður í einu, þú veist. Þannig ég alltaf að grípa með mér, passa að hafa með mér epli og hnitsmjör, passa að hafa með mér hnetur, passa að hafa með mér hleðslu eða hámark eða eitthvað svona sem ég get gripið í og komið niður fljótt og þá þarf ég ekki að pæla það því ég fæ þessa fyllingu. Og þá náttúrulega líka, má segja, líkaminn sé orðin eins og hann ætti að vera. Þú varst náttúrulega búin að stækka magan þinn svo mikið þegar sko líka innri magan þegar þú varst of þung þannig að þú gast borðað það svo ógeðslega mikið magn en svona á maður basically að borða. Maginn á manni á að vera þannig að maður borði oftar kannski við daginn en graðki í sig svaðalegum skömmtum. Af því ég núna uppgötta bara já, ég að borða alveg 6 sinnum á dag og með þetta millimál og það allir bara já, þannig gerir maður þetta og ég alltaf bara já, einmitt. Þetta er bara nýtt. Þetta er nýtt. En fær maður sko einhverja í tengslum með aðgerðinu og í kringum hana einhverja sálfræði tíma eða viðtöl við sálfræðing til þess að velta fyrir sér sko ofan í hvað var ég að borða þegar ég borðaði svona mikið og þú veist og svona breyta hugsunarhættinu þannig einmitt að maður vinnir líka með fíknina bara eins og þegar maður fer í eða þegar fólk fer í áfengismeðferð að hættir að drekka og það er að breyta sko ofan í hvað var ég að drekka og hvað var ég að deyfa, hvað tilfinningar var ég að deyfa. Sko á Kristnesi fengum við bara hóptíma með sálfræðing einu sinni eða tvisvar og það var alveg mjög fróðlegt en svo var einmitt þú veist út af þessari aðgerð þá er svo mikið að neikvæðum sögum og það er svo mikið tala um jáfnfóri aðgerð og léttist og svo bara fitnaði hann aftur og ég meina hún tók sér ekkert á við þessu og hann tók sér ekkert á við þessu og ég var svo óbúslega meðvituð það að hausinn þyrfti að fylgja með líka bara út af þessari fíkn í mat og sykur að ég svona einhvern veginn leitaði mér pínu aðstoðar og mér fannst best að fá aðstoðina hjá einkaþjálfarunum mínum af því að hún er hjúkka og mér fannst það svo mikill plús að hafa bæði hjúkrunarfræðing og einkaþjálfara á sama tíma þannig að ég talaði hana alveg fram að aðgerðinni og ég sagði henni fyrst bara mér finnst pínu skömmustulegt að þurfa að gera þetta og hún sagði ég hef aldrei mælt með þessari aðgerð en ég skil þína sjón svo vel og það hjálpaði mér svo að melta þetta allt saman. Þannig að ég mæli hiklaust með og ég hef aldrei hikkað við að fara til sálfræðings en mér finnst ég þurfa þess og allt svoleiðis. Svo fór ég til þín í spjall af því að ég var svo mikið að koma svo frá mér og heyra mig tala um þetta við einhvern annan og heyra hvað aðrir sögðu sem skildu mig og vissu, þú veist, einmitt, af því ég var alltaf að tala um heilsuna, sko. Og fá betra og lengra líf, sko. Það var ekki á hégómlegum hvötuvinir sem þú ákvæmst að fara í þetta og það var líka, eins og ég hugsaði oft, sko, bara, þú veist, þú varst svo ung og ert svo ung og samt orðið þetta þungur svona og það er svo margt framöndan einmitt, sko, hugsanlega barneignir og hjónaband og allt þetta að mér fannst það einmitt bara mjög sko skiljanlegt og kannski líka einmitt eru sem að bíða of lengi með að fara í þessa aðgerð því þetta eftir í, nú er ég er ekkert að agitera fyrir þessa aðgerð þetta ef ég kann haga því en kannski eru margir að bíða og alltaf að reyna og eitthvað svona sem eru of þungir og af því að sko eftir því sem maður er yngri þá hlýtur maður líka að vera svolítið fljótari bæði að jafna sig og líka náttúrulega þá er kannski meiri líkur að maður sé sko með heilsu til þess að taka á því í ræktinni og allt einhvern veginn svona kannski fljótar að ganga saman. Svona það var allavega þess að ég hugsaði og þess vegna fannst mér svo skiljanlegt að þú ætlaðir að fara í þessa aðgerð. Og það var líka mitt, fyrst var það sko að einn læknirinn sagði þú ert svo ung og ég vil ekki gera þetta á of unga og ég sagði já ég skil það en hversu langt þarf ég að ganga fram á mér þú veist, á ég þá bara að vera, eða þú veist, það sem ég hugsaði var að verði þá kannski ónýtum fertugt, bara allt kerfið ónýtt og á ég þá að grípa inn í. Þú veist, ég vildi auðvitað grípa inn í sem fyrst. Þú veist, ég er með mjög léleg hné og það er auðvitað þyngdin að kenna með miklu leyti en guð minn góður hvað er miklu auðveldara í dag og allt auðveldara út frá því og einmitt eins og ég segi, þú veist, þarna var ég líka, ég var orðin svo þung en það var ekkert að mér. Og þarna var ég eiginlega farin að bíða eftir því eitthvað myndi gerast. Þú veist, ég var orðin svo hryllilega hrædd að ég væri að fara að skemma eitthvað að ég var mjög fegin að fá þetta inngrip akkurat þarna. Þannig að núna ég að byrja pínu upp og nýtt með þessa miklu og hraustu heilsu sem ég hafði og hef. Ennþá hafðir. En sko, ég meina, auðvitað hefur þetta haft áhrif á þína sjálfsmynd, ég efa það ekki, en sko, hvað finnst þér eins og núna? Sko, finnst þér að vera mjög breytt manneskja eða hvernig líður þér svona með sjálfum að þig miðað við þegar þú varst í ofþyngd? Sko, ég finn sjálf ekkert brjálæðislega mun einmitt af því að sko, það er einmitt svo margir fyrir þessa aðgerð sem eru búin að loka sig af sem eru þetta óbúslega vont og erfitt. Ég fann það undir restina þegar ég er orðin hvað þyngst
að þá var ég farin að búa til afsakanir fyrir því að mæta ekki einhvers staðar að því ég vissi ég yrði feitust eða eitthvað svona sem óbúslega leiðileg pæling sem betur fyrir var það ekki oft og eins og ég segi, ég á ótrúlega marga vini sem pældu ekkert í þessu og fannst ég ekkert verri manneskja fyrir vikið og segja það enn í dag, skilur, að ég sé ennþá sami vinur þeirra sem auðvitað dásamlegt. Og ég held að af því að ég var svo félagslega virk að þá sé breytingin á mér kannski ekki meiri persónulega sem bara snilda því að maður hefur heyrt bara, já þú voru að passa að það breytist ekki. Sumt fólk var bara, ég hætti að tala við þig ef þú breytist og ég held að bara, já, ok, ég skal ekki gera það. Og svo hefur maður heyrt ykkur sögur af fólki sem bara brjálast bara fríkar út og bara alltaf út að skemmta sér á galiðinu. Og ég sagði alltaf, ég var alltaf á djamminu þó ég var feitt, þannig að það breytist ekkert, sem allt í lagi líka. Ég hef alltaf verið djammari, ég hef alltaf sagt að ég er búin að djamma síðan ég var unglingur og ég er bara ennþá unglingur. En auðvitað, fólk tekur kannski meira eftir mér af því að það sé muna mér. Þá er það örugglega farið að hvísla og ég hef alveg heyrt það. Að það sé að segja ég sé að missa mig í djamminu eða eitthvað svona, sem allt í lagi. Þú veist, ég tek það ekkert inn því ég veit betur sjálf. En og líka bara aftur þakka ég mömmu og pappa og ekki þetta skipti fyrir góð gen heldur kannski hvernig þau ala mig upp og það er að gefast aldrei upp. Ég mitt þegar ég er í hárgreiðslunni þá fannst mér þetta rosalega erfitt og ég vildi bara hætta en ég gat aldrei drullast til að hætta því að það var bara ekki það sem að mér var sagt að gera. Mér fannst þetta erfitt og mér fannst ég ómöguleg og ég var of feit og allt þetta og ég notaði það allt í sama pakkan til þess að afsaka það ég gæti þetta ekki. Og en ég hætti ekkert, ég kláraði þetta bara. Og það var bara ekkert, hvað afsökun hafði ég? Þú veist, það var aldrei, mamma og pabbi hefði bara ekki, þau hefði útskúfað mig. Þetta er mjög mikilvægur punktur því að þú veist, maður á ala börnin sín akkurat upp í því að gefast ekki upp, sko. Og tala ekki fyrir svo lélegri afsökun að vera feitur. Það er rosalega léleg afsökun. Og svo líka bara, það var einhvern veginn, það var bara klára það sem þú byrjar á. Það var einhvern veginn alltaf og alveg, þú veist, og það er mitt, þú veist, auðvitað höfðu þau áhyggjur að mér væri þung, en þau hvöttu mig samt alltaf til að gera allt sem ég vildi gera. Og ég ætlaði ekki og ég var alltaf í þessu, ég ætlaði ekki að opna netverslun fyrir ég orðin mjó og ég ætla ekki að sækja vinnu þarna fyrir ég orðin mjó. Ég ætla ekki að gera förðunarvídeó á YouTube fyrir ég orðin mjó eða grenri eða hvað maður á að kalla þetta. En svo bara hugsaði ég bara, ok, ég veit ekkert hvernig ég fyrir þess aðgerð, mér langar að gera þetta núna og ég ætla að gera þetta núna. Fólki bara fær að kynnast minni eins og ég það breytist ekkert hvort ég sé svona eða svona og það finnst mér vera að skila sér af því að þó þú horfir á þessi YouTube-vídeó sem ég er að gera fyrir x mörgum kílóum og núna ég er samt alveg sama manneskja og ég er rosa þakklát fyrir það bara í sjálfri mér, sko. Að það hafi ekki breyst. Mér finnst það allavega ekki. Ég segi alltaf að ég sé alveg sami hálfvitinn þegar fólk segir að ég sé allt alveg sammála. En sko, hvernig er samt eins og að vakna núna á morgnana? Af því ég veit að þú ert náttúrulega svona pjattróa, skilurðu, glimmer, drottning allavega Akureyrar ef ekki Íslands og bara alltaf pælt í fötum og svona lúkki og svona alltaf verið smart. Þú veist, hvernig er að vakna núna og bara geta farið í alls konar föt og gift sér? Það er ótrúlega gaman, ég viðurkenni það alveg. En eins og ég gerði þetta þegar ég gat ekki veslað með föt alls staðar, þá bara átti ég einhver dress, bara svört, svo bara eyddi ég öllum peningum í snyrtivörur og skartgripi. Alltaf með flott hár líka. Já, alltaf með, þú veist, hárið og pældi því og það, mér finnst það skipta svo miklu máli af því að nú eru kílóin aukaatriði, alveg sama í hvað stærð þú ert, ef þú hugsa vel um þig og ef þú hreyfir þig og hefur heilsu, þá hefur þú svo mikið. Það er alveg sama hvort þú sért aðeins og þungur. Þú veist, ef þú hefur heilsuna þá ertu svolítið safe. Og þannig að ég er líka þakklátt fyrir það hjá sjálfur mér, að ég hafi alltaf hugsað það, undir restina segi ég aftur, þegar ég orðin þyngst, þá gerði ég ekki af mikið, en ég var samt alltaf að hugsa um að mála mig og greiða mér og líta svona ágætlega út allavega. En núna ég er alveg búin að eyða of miklu. Ég meina, hefur ekki alveg mistið í því? Já, ég skil það alveg. Ég þurfti alveg hjálp þegar við stelpunnar og són fórum suður daginn. Ég var með svo marga poka að ég gat ekki haldið á þeim. Ég viðurkenni það alveg. En svo segi ég alltaf að ég eigi þetta inni og þetta eru tótrúlega gaman að geta labbað inn í búðir og komist í fötin og ég er alltaf jafn hissa og ég er alltaf jafn glöð. Heiðdís Austfjörð, það var ótrúlega gaman. Takk fyrir að koma bara og tala svona eðlilega um þetta og svona einlægni og einmitt sko, ég var einmitt að hugsa það hvarflaði ekki að mér að fá sko myndaðir eins og varst fyrir af því þú veist það væri ekki svona juicy því þú varst alltaf töff hárið og alltaf svo fallega andlitur og eitthvað svona og mér finnst það enn og aftur, mér finnst það eitthvað svo kjánalegt vegna þess að við erum nú dálítið meira manneskinn heldur bara holdarfæri. Já, algjörlega og eins og ég er að reyna bara að impra inn í hausinn, mér finnst svo gaman núna sko einmitt af því að ég er ennþá alveg pínu þung og ég verði alltaf þar og
og ég er svona að reyna að sýna stelpum af því að þetta er svo mikið í þjóðfélaginu að ég sé stelpur sem eru 20 til 25 og þær eru endalaust að pæli að þetta sé svona hinsegin en líta svo vel út og eru kannski með 10 kíló eða 20 kíló sem er allt í lagi en bara ef þú hugsa vel þig og heilsuna þá verður þetta miklu betra og sko já, það er bara þannig, það er góð lokaorð. Já, er það ekki? Jú, takk fyrir komuna og við kveðjum hérna af Kaffi Laut í Lystigarðinum og sjáumst bara aftur í næstu viku.